FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína því að Blautur Junior stattur á Tenerife með fjölskyldunni og í hans stað komin engin annar en Sveppi Krull. Vertu velkominn. Heilsu kottinn Sveppi Krull. Hvernig ertu? Ég alveg lóðréttur. Það ekki? Já. Langt sen og þú verður með okkur í FM 95 Blöð. Já, en það bara stressað sko. Já, og til í slægin. Já. Hvernig þetta búin að hafa það? Það bara alveg stórkvæmslega sko. Já. Temperatur? Ég var út í Afríku og búin að koma þaðan og ég varst að taka upp eitthvað þar eða ekki? Parkettleggja, það allt að gerast. Það bara beint heim frá Afríku heima parkettleggja. Já, það það sem að gerir sko. Reyndar sagan sem þú sagði mér þú komst heim frá Afríku og fórum hérna að borðum daginn. Já. Hún hrætti mig. Já, hún gerði það. Og það hefur eiginlega bara hrætt mig þegar ég að fara að sofa. Ég var að segja hlustundum frá því að þú mátt ekki taka einhver lyf strax þegar þú gæti verið með sníkjudýrin í þér. Já. Og því að þú fórst að, varst á kajak í Níl? Nei, hvað var þetta? Við fórum í rafting. Við fórum í riverrafting í Níl. Já. Og maður datt út í vatni og þetta náttúrulega skítut vatn eðlilega og allt í alls konar viðbjóð þarna. Já. Og það svona 20% líkur á því að eitthvað sníkjudýr hefur farið inn í rassin á mér eða upp í mig eða eitthvað. 20% líkur í kasinói bara fínustu líkur. Einmitt. Þannig að Fóru að kaupa raskatu þeirra? Ég veit ekki sko, ég fæ aldrei að vita líklega en málið það sko, ef það hefur gerst þá þetta sem góða líkur á 20%. Og líka bara börnum mín duttu þarna úti og þetta var voða gaman, það duttu allir úti, það allir kannski mögulega með þetta. Og það það að við þurfum sem sagt að taka eitthvað lyf eftir svona 7 vikur eftir við komum heim, af því að sníkjudýri það þarf sem sagt að verða full þroskað inn í mér svo tek ég einhverja pillu og þá deyr það sko. En panika ekkert að detta út í Níl. Ég panikaði detta hún í sko 30 cm læk hérna í Kópavogi sko. Já, nei, þetta var alveg skotelt. Já, einmitt, það allt, þetta ekki skotelt hérna í Afríku? Það alltaf skotelt þangað til einhver færðamaður í jetin sko. Þá kemur þetta Discovery. Já, ég meina það Þegar að túrgætin segir, já, það ekkert hérna, það ekki krókudíl og ekki snákar, ekki neitt sko. Ekki krókudílar í Níl? Já. Já, ok. Þau bara dett út í á svona? Já, Níl sko, Níl lengsta á í heimi. Já, ok. Hún fer í gegnum bara alla Afríku og endar í Egyptalandi. Enni er bara eitthvað krókudíl ákvæðast kjallari sem á ferðalag. Það illa synda þenn allar leið. Já, ég meina, hefur þú aldrei hoppað í sjóin í Ameríku? Það eru hákallar þar. It's their home. Ég veit það, síðan sér hákallin en á krókudílinn vel þéttandi ettóni. Það hefði verið veistla fyrir krókudílinn að ná í massu. Ég veit ekki hvort hann hefði þórað í mig. Ég get lofaði því að ef eitthvað krókudíl hefði séð alla þetta út í, hann hefði farið beint á konfektbitan, Sveppa Krull. Og því líka bitið fyrir það. Nei, þú byrjar ekki á desertinum, sko. Hann hefði ekki að geta næst fyrir 2020. Því líka veistla fyrir hann. Hann var sem bara, herru, sem betur fyrir sindi hérna uppbyttir, það átti ekkert að vera að gerast þetta, en þannig muffin. Ég svo feitur og ógeðslegur. Ég spikaður ógeð. Allir ógeðslega feita svíni sem ég feita krullu drastið. Spiksvínið. Nei, þú er bara svona krútlega kringlóta. Og það er svo muffin. Ég hef sýnt træðan hann. Nei, þannig að þetta er alveg skotið. Þannig að sníkjudýrið, þú ert ekki enn búin að taka þetta dæmið það eru ekki 6 vikur svona komst heim. Já, þetta lifir bara og dafnar inn í mér ef þetta er. Já, það, ég menna, erst ekki öllu vanur. Jú, fjandinn hafa það. Já, en ég gleymi þér, Gilsari, fyrir geðu, hvernig hefur þú það? Ég hef aldrei verið betri. Það er bara þannig. Komið sumar. Það er officially komið sumar. Já. Það er ekkert lengur vor í pung, við erum komið sumar í pung. Summer. Og líka, maður sér það bara úti, það er sól og tveggjast að hitti, það er komið sumar. Já, þegar maður er farin að grilla í úlpu, þá veit maður að það er komið gott veður. Já, en ekki bollagalla. Nei, einmitt. Já, þetta er eiginlega svona, en sko málið er það væri gott veður í dag, hefði verið hlýrra. Það er sól og það er ekkert rokað neitt, þannig að það hefði verið kosið sko. Reyndislegt. Já, þannig að þú er aldrei verið betri. Gott að heyra, við erum allir í stuði hérna. Gamla tímatalið sko, það er nefnilega sko fyrsti dagur í Hörpu sem er fyrstur af 6 sumarmánuðum í gamla norræna tímabilinu, þannig að ég skildi ekki eitt orð. Þess vegna er sumardagurinn fyrsti. Ég er með allt á Grindavíkurstöð að skilja þetta. Takk fyrir þetta, fyrst í Hörpu. Já, fyrst í Hörpu sko.
Glæsilegt. Við erum með veislu handa ykkur í dag, kæru hlustendur, og ég veit við segjum þetta alltaf, en núna lofa ég, því að til dæmis símtali sem við tókum upp fyrir í dag sem heitir Skellt á mig, gamalt liður sem við Sveppi keftum í, þá ringjum við fyrirtæki og reynum að láta skella á okkur. Orðum þannig að Sveppi var í rúmar 3 mínútur og þetta símtali með betra sem ég heilt lengi. Það var vesen. Það var smá vesen. Bara grilla sig í lendi. Já, þetta var svipað, þegar ringdum að steinu sinni í stigagang og hún bara, er þetta með bílastæðið? Já, þetta var þannig. Þetta var svona þannig dæmi. Þetta var mjög gaman, þetta kveikt í mér. Ekki missa því, það Skellt á mig dagskrárliðurinn. Við erum með Sturla staðreyndir, spurt og svarað stendur hérna, búið að króta og skilstvalla. Svo ætlum við að hringi mömmu og við tökum múttu í myndri fyrir cash. Já. Þannig að hún verður í... Já, lánsýðin heyrti henni. Já, við ringjum eiginlega bara inn þegar þú ert hérna. Já, það líst mér vel á. Og við erum með 3 spurningar handinni. Ég hrættu við eina þeirra því að Sveppi samti hana og ég veit ekki hvort ég ætla að spyrja hana að henni. Já. Sjáum til með það. Hún létt á þessu. En ég sé með Miley Cyrus og Patrick Schwarzenegger hotnið og stuðlag líka. Já, ok. Það bara þannig. Hvað er það? Miley og Patrick Schwarzenegger hotnið, það í dag? Já, það sko, ég held að byrja fólk bara með að ekki voga sér að fara frá útvarpinu þegar það eru stórar fréttir í þetta. Já, eru þið ekki hætt saman? Ég ætla að fara aðeins yfir þetta. Það er þá að spila trailerinu? Don't pop the cherry. Trailerinn, sko. Og þú trúir líka ekki, fólk mun halda þessi að ljúga því útskýri hvernig vikan hefur verið hjá þeim tveim eftir að hættu saman á mánudaginn, það er föstudagur. Ég held að sé öllum sama. Nei, það er engum sama. Svo fyrir við líka í kortmynduru frekar og við ætlum að hringi Lemon Boy og tjekka hvort það hefur verið satt að sem á verið að ræða hann hér í íslenska slúðrinu síðasta föstudag sem var stórkostlegt. Þannig að, já, svo kemur Blast Rocka, hann er með nýtt lag og er með partí á morgun. Þannig að ég veit ekki hvernig við erum að komast yfir þetta allt. Heyrðu, kæru hlustendur. Og sumardagurinn 1. 2016 verður 21. apríl. Gaman að heyra. Þetta er Dottan, lagið heitir Home. Ágætislag, svei mér þá. Þið eru að hlusta á FM 95 Blö á FM 957 og við þökkum ykkur fyrir það, kæru hlustendur. Eins og komið ná að nóg framundan en það er komið að slúðri hér í FM 95 Blö. Og já, ég er með ágætis pakkandi ykkur í dag. Svei mér þá. Ég ætla ekki að vera leiðilegur. Ekki vera það þá. Alltaf þú segir ég ætla ekki að vera leiðilegur, þá ertu leiðilegur, það er að finna. Ok, ég ætla ekki að vera leiðilegur. Nei, ekki vera það. En hættu þá að tala. Ok, má taka hérna, ég ætla að orða þess pent og ég get. Já. Má taka slúðublaðið, svo með þannig, síðan sér fram þig. Ég er með 3 pakka hérna. Mátt veðja þig upp. Svo leggstu í læsta hliðarleg og girði niður því. Og trefðu upp í raskiptum. Það er nákvæmlega þetta ekki verið slúður? Það er ekkert slúður sem við þurfum að tala um í dag nema Miley og Patrick Schwarzenegger. Hvað er að gerast þar nákvæmlega? Það er öllum sama allt annað en nákvæmlega þetta. Öllum sama. Reyndar, ef að þú tekur það í slúðunum þá er ég laus við það sem dagskalið þegar eftir. Já, fjandinn, ég er til í þessi skipti. Þá þarf ég ekki að fara að spíla þetta á eftir og eitthvað. Vefðu þessu þá upp? Ég þarf ekkert að tróða þessu, bara taktu bara þinn pakka maður. Hvað er þetta að lofa að það er að gera það? Ætlaði að lofa að gera það? Tróttu þessu upp í. Setti þetta upp í. Hörðu. Þetta er bara að minna á gamla tjaldferð. Íttu á bleika takkan og þurfum að starta svo trailer að sjálfsögðu. Sleppum trailerum. Ég hef aldrei heyrt hann. Viltu fá sama skítastorm núna á Twitter sem fækt síðast og sleppti myndur yfir í kæðisja? Það er svo viltu. I know what you're thinking. What is Miley Cyrus doing right now? And I know you're wondering, what is Patrick Schwarzenegger doing right now? There is only one man who knows what they're doing right now. And that is DJ Muscle Boy! Oh my God, Miley just had a cup of coffee! Patrick was seen leaving a movie theater! Miley bought herself a pair of pants! Was that a girl touching Patrick? It's not a tumor. Take it back! Shit! Shit! There is no bathroom! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! I'm Detective John Kimball. I'm the party pooper. Get down! 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 Oh, put Þetta it er down! næsta kjaftaði sem ég heilt. Næsta kjaftaði sem ég hef heilt. What is Miley doing? Jæja, leiður að klára þetta. I wanna know what she's doing! Please tell me, Muscle Boy, what's going on? Please tell me, Muscle Boy, what's going on? Já,
Hvað að gerast? Þetta svo mikið kjaftaði maður. Ég bara fagna því að maðurinn skuli vera að eyða með svona mikill vinni í svona mikið rugg. Já, sér, hann hrósa mig fyrir trailerina. Ég er ekki poop. Af því hann þarf ekki að vera hérna alla föstudaga með þér. Hann að koma hérna í heimsókn núna bara feskur. Ánægð með það. Þetta var gott maður. Ok, ég ætla að beða fólk að ná sér í jökulkaldan eða kaffebolla því að við þurfum að fara hans yfir hlutir núna. Já, hvað að gerast? Og Sveppi líka, hann ekki alveg ná inni, þú ert ekki alveg inni í hvað búin að gangi það nokkuð maður. Nei, allt og lítið sko. Og ég ætla að gefa þetta bara smá recap. Patrick Schwarzenegger fór í spring break í Cabo í Mexiko. Fyrirverandi snerti bakið á honum, hann var paparazzaður, mæli að brjáluð. Síðustu helgi fór hann í frí. Bakið og þau voru að kúrast þarna eitthvað út í hotni. Hvað heldur þau komið bara eitthvað, herði, ég ætla aðeins að strjúka það bakið. Svo bara gaman að sjá þig, farinn. Hann var paparazzaður. Já, af því að hann var að hanga með fyrirhandi kærastinn og kissa hann og knúsa hann. Já, ok. Síðustu helgi, ég sagði fólki síðan fyrstu dag, Patrick Schwarzenegger fór í Coachella, sem svona útihátíð, að hella vel í sig með félagunum. Og nú komið að uppdata fólk hvað er búið að gera síðan þá. Þetta er mjög einfalt. Miley Cyrus vildi fara með Patrick Schwarzenegger til Coachella. Hún sagði, ég vil fara með og besta vinkonunnar kvótaði hana, hann vildi fara með félagunum. Hún ekki ennþá búin að jafna sér eftir Cabo-atriðið og það var til þess að mánudaginn, núna síðasta mánudag, segir hún við Patrick Schwarzenegger, þetta komið gott kallið minn, ef þú gerir þið ekki, þá er þetta alveg búið. Og hún köttar hann út. Þau eru hætt saman? Þau eru officially hætt saman. Glæsilegt, þá getur hætt með hennar lið. Nei, við þurfum að fara aðeins yfir þetta sko. Hvað? Sko, veistu hvað Miley er búin að gera síðan þá? Nei, og gæti ekki verið meira saman. Sko, síðan á mánudaginn? Síðan á mánudaginn, það er föstudagur. Ok. Sko, hún þarf átt að segja því að Patrick Schwarzenegger, þó pappans sé vélmenni og sé Arnold Schwarzenegger, þá er hann líklega með tilfinningar. Hann er ekki jafn harður á pappi sinn. Hann er ekki jafn harður á pappi sinn. Nei, hvað er hún búin að gera? Á þriðjudaginn var hún að rúnda út allt með gæja sem heitir Shaun White sem er professional snowboarder og skateboarder, mjög sexy gæi, ég var að geta honum vel. Hörðu, það er á þriðjudaginn og miðvikudaginn og rúndandi með honum allt, setti mynda svo Instagram með honum til að gera hann aðbrið saman. Já, til að gera hann aðbrið, hún var líka skælbrosandi með honum, hann að sitja til ykkur í bíl. Patrick heima, pínulítill í fótstellingunni, bara ég þetta nammi og horfa Friends. Valla fyrst að hann vildi fara einn með félagum á Coachella, þá var hann vissi að hann myndi fá stígvilið, hann var held ég ekki þar hefur næðinni. Var þetta ekki bara eitthvað PR-stönd hjá honum? Ég veit það ekki, sko, vinkona... Byrja með Miley Cyrus og loksis er hann frægur eins og pabbi sinn. Sko, vinkona hennar segir orðrétt, if he really wants her in his life, he will convince her to take him back and not to be on a break. Þannig að vinkona hennar segir svona, þetta er freka verið Schwarzeneggerinn það sem ég er að segja, þá er hann ekkert heima í fóstustellingu, sko, að geta M&M. Það er svona, kannski fatt hann ekki alveg hvað hann var að missa hann fyrir eftir á, sko, grunar hann. En, ok, hún er með sem Shaun White, sem er professional snowboarder. Já, ég náði því. Hann á 2 gullmedaljur fyrir in Olympic halfpipe. Já, frábært í honum. Er eitthvað meira að það? Já, ok, það er þriðju og mið. Og á miðvikudagskvöldið fer hún á, Improv Comedy Club í West Hollywood, lappar ein út, mjög spes, akkur á hún ein á Improv Comedy Club, út stað fyrir mér það. Veit það ekki, eitthvað. Mjög spes. Já. Veistu hvað hún gerir í gær? Hvað? Í gær. Nei, ég veit það ekki, hvað? Segðu okkur það bara. Ég skal bara segja hvað hún gerir í gær. Hún var í partí í LA í gær, 50 degi, þetta saman á mánudegi, hún er búin að fara í sleik við Shaun White og rúnt út og vantarlega ég gerir áfyrir að vera mög, með hvernig myndina þeim voru á samskiptamöllum. Bara gera Jello. Hún fór í partí í gær. Hún búin að vera inn í partíinu hálftíma, fór í sleik við kvenkins módel sem heitir Frankie Rayder og þetta er myndaði. Ég er að horfa myndaði núna. Og sína mushroom hérna. Sérðu þetta hérna? Þetta er bara komið gott. Nei, Þetta ég er var ekki Miley búinn. Cyrus. Ég er ekki búinn að fara yfir þetta. Og síðan fóru líka í sleik við annan gæja í partíinu í gær sem heitir Mert Alas og svo knúsa hann Köru de la Vín líka. En það er föstudagur, það hættu saman á mánudaginn. Þetta fyrir neðan allar hellur. Hún er bara í sleikvalla. Já, og bara... Já, ég meina, hún er bara single og ready to mingle. Það er ekkert að dæma. En ég ætla að vona að vera eitthvað nýtt í þessu, svo ég geti upptökt að fólk næsta föstudag. Það vonandi sem komið gott bara. Herru, það eru auglýsingar og svo erum við að fara í... Ég er ekki aftur það aðeins. Nei, hann nennar að hlusta á það, maður. Ég held ég væri bara eitthvað svona, ég til ég hlusta eitthvað svona, sko. Svo er þetta bara mest að kjafta það. Lukkuhjól FM 957. Næstu daga ætlum við að snúa Lukkuhjóli FM 957 og gefa glæsilega vinninga frá samstarfsaðilum. Túborg léttöl.
Komdu í mat á veitingastað IKEA. Í apríl færðu grísasnitsel og meðlæti á aðeins 895 krónur. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA. Okkur á hraðlestinni finnst kóríander svo gott krydd að við getum borðað það sem snakk. Og nú minnum við á tilboðin okkar fyrir 2 eða fleiri. Hraðlestin, ekta indversk matargerð. Nú eru 7 dagar þangað til þjónusta 118 færist í símanúmerið 1818. 1818. Tvöfalt auðveldara og tvöfalt mikilvægara að muna. 1818. Já, er svarið. Lokal. Salat hefur aldrei verið svona gott. Lokal Borgatúni, lokal Smáralind. Ljómandi lífsorka með Þorbjörgu Hafsteins, hjúkrunarfræðing og næringaþerapista. Mér langar til að fræða þig svolítið og gefa þér góð ráð. Skemmtilegir og áhugaverðir örþættir hvernig efla megi lífsorku, bæta útlit og viðhalda velíðan. Mataræði skiptir öllu máli en líka allt hitt. Og róa þennan heila sem alltaf eitthvað að bulla. Ekki missa af ljómandi lífsorku á vísi.is/heilsuvísir. Ljómandi lífsorka með Þorbjörgu Hafsteins. Þættirnir í boði Himnest og Gló Fákafenni. Það Hamborgarafabrikan sem færir þér FM 95 Blö á silfurfati. Glóðargrillaða. Hlustendur þér að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957. Það eru Auðun Blöndal, Sverrir Þór Sverrisson og Egill Einarsson sem eru með ykkur. Sveppi hér í stað Steindar Junior sem er stattur á Tenerife. Hæ. Hæ, segir Sveppi, en það hins vegar komið að smá símtali sem að tengist einmitt Blöndal Junior sem er erlendis núna. Hann var með slúður hér í síðustu viku og það var einn bitið þar sem að mér svona fannst skemmtilegri en aðrir og maður fór svona að hugsa, eitthvað til í þessu? Það var þannig að var að tala um Jón Gunnar Gerdal, Tettmenn, Nonna Plugg, Tattoo eins og við kallum hann. Skulum fá að heyrum aðeins slúðrið sem var. Já, förum að sér út. Nonni Tattoo, Jón Gunnar Gerdal, hann er að reyna að rífa sig upp núna á samskiptamiðlunum. Og núna páskana þá var hann í matabóði með konunni og fjölskyldu hennar. Það matabóð hjá foreldrum hennar og fóð með konunni og það var hérna bróðir hennar og frændinnar og allt þetta, þú veist, þetta var stemning. Já, algjörlega, og svona mjög dönnu stemning samt. Þetta var svona liðasötra rautt og bara er hann eitthvað að skita á sig? Já, hann var bara að spjalla og svona, þetta var bara næst stemning, þú veist. Og Jón Gunnar smellir hérna mynd af sér og með tengdapappa sínum. Og svo setur hann myndin inn og það er bara allir slagir og nettir og segja sögur og spjalla og þetta er bara rosalega svona danna matabóð. Og svo er Jón Gunnar alltaf að spyrja alltaf við borðið. Alltaf svona kasta því inn hvernig reisjóði sé á myndinni. Getur einhver tjekkið á því hvað eru komið með mörg likes. Hann er með þetta á heilanum, hvað eru komið mörg likes á þetta, hvernig er reisjóði á þessu. Svo aðeins setna þarna, þá fer hann bara allur að svitna, verður allur stífur. Stendur hann upp, ég er ekki grínast í ykkur, hann stendur síðan bara hann upp, 12 likes er bara komið 12 likes á þetta. Þessu skítar reisjó er þetta maður. Á ég eyðinni? Nei, er það á seint, segir bara satt, á ég eyða þessari mynd, er þessi mynd feil eða? Er hún feil? Og er að spörja þessu og stemningi var bara mjög óþægri. Konan hans var að byrja að kvísla hann, að droppa þessu bara og tala þetta setna bara þegar þau eru komin heim með eitthvað, ekki við mataborði. Svo ríkur hann inn á baðherbyggju og er þar í hálftíma og kona var hann að banka á hann og eitthvað og svo kemur hann fram hálftíma setna. Hey crew, tjekki á Instagraminu mínu, ég lofa góðu reisjói, tjekki á þessu, ég lofa góðu reisjói. Og kona hans fer á Instagrami, þá er hann bara að gera það niður sig og liggur hann á gólfinu með rassinn svona upp í loftið og eitthvað og stendur á myndinni Family Dinner Gone Wrong. Strax komið 9 likes á þetta. Ég er að segja þetta, það fyrir 40 likes fyrir miðnætti. Ég er að segja ykkur þessu. Það snýst alltaf reisjó. Ég er ekki kallaði Nonni reisjó fyrir ekki neitt hérna. Nú vil að láta kalla sig Nonna reisjó. Þannig var þetta og það sem við erum að spáði að gera núna er að ringja bara í Jón Gunnar og spurja hann hvort það sé eitthvað til í þessu. Af því að er hann svona mikill reisjómaður, því ég fór inn á Instagram með hans og myndin, það er engin myndar af honum á rassinum eins og hann sagði frá slúðrunu. Það betur ekki hann kannski kiftinu. Já, það er sem ég spáði, er hann búin að taka hann út eða hvað er hann að gera? Ég ætla að ringja hann. Það er bara einlega að koma að staði, það er að ringja hann. Það er rétt. Hann er líka, hefur alltaf svo gaman öllu svona tattoo. Sá hann var að hendir mynd í dag, einhver lemonmynd, ný staður, opnast. Já, ekkert hann að liggja á raskatinu á baði. Nei, ekkert raskatana. Hann var búin að gera allt vittlust þarna í einhverju fjölskyldubúði. Jón Gunnar. The Tatman. Já, jippi. Nonni Plugg. Gísli Eiríkur og Helgi, hvað segir þið?
John Lemon. Jésús, hörðu, hvað viljið þið, steikur? Hörðu, hvað ertu að gera? Ég að vinna eins og annað fólk á föstudegi, auðvitað við ykkur en allt í lagi. Já, við erum líka að vinna. Við erum líka að vinna. Gætirðu skuttlast með 3 samlokur upp í 365 núna, Tatman? Á sama tíma ég kemur sokk upp í þig. Herðu, við ætlum að ringja hérna. Ég veit ekki hvort þú heyrði það var slúður því í síðasta þætti. Já, einmi. Sem að Steindi Junior var með. Og við vildum bara tjekka hvort það væri eitthvað til í þessu. Því ég fór inn á Instagramið. Hefurðu verið að taka út einhverja myndir eða? Auðvitað Blöndal. Já. Í alvörunni eða? Nei, var eitthvað mynd sem að varst í einhverju fjölskyldubóði og myndin var ekki að fá nógu gott ratio og hann og þú brjálaðist og tókst hann út og fórst svo inn á bað og tókst myndaðir og raskatinu. Þú veist. Jésús. Jú, ég með like-blæti. Erum við komin í þangað eða? Sko ég myndi samt, þetta eiginlega ekkert til að skamma sig fyrir að hugsa ratioið. Ekki neitt og þetta bara gerði þetta sjálfsögum svo þið vitið, en endilega halda áfram. Þannig að þetta var rugglega Steinda? Já, hvað heldur þú? Ok, ein spurning. Ég í 15 ár þarna, þú þarna hinn sköllótti Jésús góður í alvörunni það. Jú, ég fertu 3 barna faðir í útkvæðan kópa og sköllóttur með like-blæti. Af því að mósfellingu dauða segir það í slúðurinn hjá ykkur það, inni. Nei, þetta var eitthvað að þú hefði verið í einhverju partíðan og tekið eitthvað myndaðum og það hefði verið að fá svo fá likes og þá eru farið inn á bað og tekið myndaðir. Já, ég er í þessu allan daginn, átti ekki að vera í mat hjá tengdafólkurum. Já. Jú, einmitt. Ég vippaði mér á klósett, úr brókinni, smeltaði mynd og svo beði ég eftir lækum. Ég veit að þið eru náttúrulega. Steindur náttúrulega bara, hann er bara skemmtur til höfðu. Ég bara þekki ykkur alltaf lengi, en mósfellingurinn í alvörunni. Svo er fólk að spyrja hann á svona götu. Ég trúi þessu. Já, einmitt. Ég trúi þessu. Hver er hérna? Sveppur Kröll kallar mig. Já, frábært, einmitt. Krusty the Clown, hann trúi þessu. Já, rólega í þetta Mick Jagger, sko. Ég veit var það, ég átti að staði í krónunni að öskra eitthvað og það var fólk bara að spyrja þetta, sko. En það er ekkert mín að hlusta á trúðuna, sko. En mér finnst þetta samt ekkert svo slæmt á sért meðvitaður ratio á Instagraminu og taki mynda raskatuna. Þetta er bara raskat manni. Jú, eitt náttúrulega það er, ég veit helst ekki verið að associata það að vera með like-blæti, sko. Hver er í því? Það fá að vera á raskatuna að taka með mig. En ég get lofað því, Jón Gunnar. Ég finnst allt í lagi en þetta er eftir þess að þú ert, sko. Jón Gunnar, ég get lofað því. Nú er ég fylgjast vel með Instagram og ratio og svona. Ef þú værir í partíi á Tengdó og myndir farin á bað og taka myndaðir að svona liggur nakin og sést svona í þig og rassina, þetta er 120 laga myndið. Já, 100% sko. Þú þekkir þetta vel, þetta er mikið að myndaði raskat, þú þekkir 100%. Men hann getur ekki farið til Tengdó og gert það? Þegið. Parti hjá Tengdó, við erum 60 og Akureyri sko. Það er ekki parti fyrir að fara í sko. Þannig ok, þá erum við búin að fá það staðfest, þetta er ekki satt. Nei, ótrúlega, en takk samt fyrir síntal að alveg að tjekka á því og ég kann líka vel við að Sverri Þór hafi actually trúið þessu, vinur minn sko. Við verðum bandi, hafðu það gott. Það eiga vinir svo ykkur í alvöru, maður fer að efast sko. Bye. Já, hann vil menna þetta ekki verið sagt kallinn. Þá er það staðfest. Hann æstis þess. Já, það er alltaf hann hefur ekkert rosalega gaman að vera í íslenska slúðrun og hann sagði með það einu svona þegar hittan að ég sagðist bara ekkert stjórnaði, Steindi stjórnar getur lað með hann bara. Þetta var, John Lemon. Ríða inn í sólarlagið á velkemdum astna með burrito milli tannana. Serrano, fresh, happy, max. Nú eru 7 dagar þangað til þjónusta 118 færist í símanúmerið 1818. 1818. Tvöfalt auðveldara og tvöfalt mikilvægara að muna. 1818. Já er svarið. Gleðilegt sumar. Allar verslanir Bónus opnar í dag föstudag til klukkan 7:30 í kvöld. Nýtt kortatímabil. Verið velkomin starfsfólk Bónus. Smeltu myndaðir með Túborg. Nánar upplýsingar á túborg.is. Túborg léttöl.
Leiðin í háskólanám í gegnum Háskólabrú Keilis. Umsóknarfrestur til 15. júní. Háskólabrú.is. Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin lokar klukkan 6 á morgun, laugardag, vegna árshátíðar starfsfólks. Sjáumst fyrir klukkan 6 á morgun. IKEA. Það komið að stærsta boxbardaga síðari ára. Tekst Manny Pacquiao hið ómögulega að rota hinn ósigraða Floyd Mayweather. Góðsagniðar Ómar Ragnarsson og Bubbi Mortens lýsa bardaganum. Floyd Mayweather á móti Manny Pacquiao. 2. maí. Tryggður áskrift á 365.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Það eru American Style, Fitnessport og Doritos sem færa þér boxið á Stöð 2 Sport. FM 95 Blö í boði Hamborgarafabrikunar. Það held ég þeir að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957. Auði Egill og Sveppi með ykkur til 6 í dag hér framundan. Já, heil hellingur, það skellt á mig sem gamalla góðu liðu sem við Sveppi fórum reglulí. Spurt og svarað, múta fyrir myndir fyrir cash og sturlaða staðrindir. Og ég veit ekki hvað. Það allt í gangi. Það allt í gangi. Og frábær tónlist þess að milli. Já, nákvæmlega. En það hins vegar komið núna að dagskrálið sem heitir Hvort myndirðu frekar? Og það eins og alltaf 3 spurningar og þið þekkið reglunardrengir, það eitthvað tvennt sem kemur til greina og þið að velja hvort þið myndir frekar gera. Mjög einfalt en getur verið hressandi og skemmtilegt. Eru þið tilbúinir? Já, ég klár. Reyndar ekki, getur að beðið aðeins. Ok, hvað Sýnitt Mushroom ekki alveg vera klár. Og núna hann að koma. Já. Þá byrjum við á fyrstu spurningu og hún hljóðar svo. Hvort myndirðu frekar fá 20 skall eða hitta Justin Bieber? Á 20 skall? Já. Eða hitta... Byrja þessu Sveppi. Ég myndi hitta Justin Bieber. Já. Frekar hitta Justin Bieber heldur en að fá 20 skall? Já, 20 skall. Já, þú átti ekki Justin Bieber? Ég aldrei hitt hann. Ok, hvað þyrfti þá, hvað ertu upp en hvort myndirðu hitta Justin Bieber að fá 100 skall? Ég myndi hitta Justin Bieber. Ná, það bara þannig. Ég veit ánægður Bieber aðdáðan. Já, við erum bara með Belieber hérna í Sveppa, það nokkuð ljóst. Barnastjarnan. Það hangað saman þessar barnastjörnur. Hvar hittir maður? Já, bara hitta hann hérna fyrir utan og eftir. Bara fyrir utan bílastæðinu? Já. Bara takk í spanum og segja hæ og eitthvað og þú fengir mínútu. Já. Ég ekkert að tala með þessi að fara saman bara á skrallið, sko. Hvað, bara eitthvað spjall? Já, bara hitta. Hello. Bara svipa á þegar við hittum söngurinn í bluesæti. Já, þá vil ég frekar 100 skallin. Hvað var það vandrarlegt þegar? Vandrarlegt, það er bara alltaf vandrarlegt að vera með auðvitað í kringu frækt fólk. Hvað var hann að gera? Sveppi skreiði stól hann á flugvöllum. Söngvarinn í blue? Það er ekki tók maður? Já, örglega sko, en þú ert ekkert eitthvað arkað upp á hann að fyrra bræði, bara hey, aren't you the singer in blue? Ég var bara forvitað hvort þetta væri hann. Mér fannst ég kannast við hann. I'm hosting a show on Pop TV, it's similar to MTV in Iceland og hann bara, Þá þú vorum í 70 mínútum. Það var mjög gaman að hitta hann, við konnulega ná ekki. En hérna, Egill, hvort myndu þú taka 100 skall að hitta Justin Bieber? Það er eitthvað ósexy við þetta, hittar hann bara á bílastæði eða leiðin út eitthvað. Já, ég sammála því sko. Já, ég var bara að meina þannig, þið bara hitti hann takk í spaðan og hann fá bara mínútu. Já, þetta væri, þú veist, kannski gufunni og hann lappar inn til lefis. Það er strax einhvern veginn. Gufunni? Strax svona betra scenario einhvern veginn en bílastæðið. Já, bara... Alveg sammála því. En í gufunni bara hvað? Í gufunni bara nýri Laugardalsflugvelli? Þú er bara búið með erfið æfingu og út bara hann með hanglaði utan á mittið og setur hann að silkislagur. Já, það er bara ekki boði. Sér lappar Bieberinn inn. Tekur bílastæðið ekki? Ég tek cashið. Þú tekur cashið? Ok. Sveppi tók Bieber, Egill tók peninginn. Þá spyr ég ykkur hér að næstu. Hvort myndið þið frekar leyfa kynlífsvídeó ykkur leka á netið eða aldrei aftur tala íslensku? Hvaða valmöguleikar eru þetta? Þetta er tveir alveg fárlega herfiði valmöguleikar. Nei, hvort vilur þú? Ég myndi að láta kynlífsvídeó leika á neti. Barnastjarnar Mushroom. Og aldrei geti ekki verið sem er saman. Og aldrei tala íslensku aftur. Eða hérna... Já, bara þannig að bara frá og með morgundeginum þyrfti ég alltaf að tala ensku eða eitthvað. Þú ert nú alltaf talandi á ensku. Nei. Já, þetta er erfiðara fyrir þig, nei. Kannski myndi ég mögulega læra hann á einhverjum tímapunkti. Það mátt ekki tala annað. Já. Hvað heitir kynlífsmyndbandið þetta, ef þú lansar því? One chubby motherfucker. Þú myndir frekar láta það leka. Ég myndi vilja... Svona allir kannið sleftu. Þú myndir velja láta vídeo og leka á neti heldur en að aldrei tala aftur íslensku. Já.
Okay. Annars væri þetta bara, hey mom, what's for dinner? Það við viljum bara grilla pulsur. Oh, that sounds like a plan. I'm on my way, mom. En það ekki skarra en að barnið komið höfðu pappi, svo skrítið myndbandaðir hérna í skólanum. Já, sem að strákarnir að sína eitthvað. Ég var löngu búinn að sína krökkunum mínum. Segja bara, heyrðu krakkar mínir, ég lendi í smá vesinni. Ég hafði tvennt að velja og það var annarkort að tala við ykkur ensku eða láta kynlífsmyndband leka á netið. Þau verið, pappi, hvað kynlíf? Hvað sérðu? Hvað playtakkin hérna? Já, hérna, sérðu. Þetta nú ekki reyndar nema hálf mínúta. Þetta bara eitthvað sem þetta bara fjölskyldufundur. Það líka góð búndir. Það mjög erfiðara fyrir því þú varst að tala hey mom, what's for dinner? Það ekki svo búið en þú hjá mömmuðinni. Ekki erfiðara fyrir líka alltaf að tala ensku bara við börnin. Jó, svo það er bara því að ég er að fara í mat til mömmu í kvöld, sko. Þessi nú ég Egill, að spyrja þig. Já, þetta mjög einfalt. Þú finnur ekki leiðilegar tungumál en íslensku og í heiminum. Nei, og það verið þvílík veisla að geta að tala ensku að sem eftir Þannig að þú velur það. Hvað er um íslensku tungu? Leiðileg, það er ekki svo skemmtileg orð. Jú. Vantarlega skemmtileg En heyrðu, veistu hvað? Þér stendur til boða að flytja til útlanda og koma aldrei aftur. Drullaði bara í burt. Hverjum ekki drullu saman að Gils sé einhvers þar úti að tala ensku? Þú ert alltaf að tala Benidorm. Vertu bara muscleboy í Benidorm og stjórnaði einhverju fróðudisko og einhvers þar í raskati. Það er bara 300.000 manns sem að myndi bara fara með þér út á lyfstu. Þá er það næsta spurning. Hún er barnaleg en vonandi skemmtileg. Þetta er með einn barnalegri sem ég hef verið með hérna. En ég fór að hugsa hana og ég brosti. Hvort myndið þið frekar vera með raskat fyrir munn eða tippi fyrir nef? Jesús Kristus. Með raska bara Þannig að rassinaður er það sem að munnurinn er? Er ég með raskinnar litlar eða? Er þetta bara Já, það er svona litla kinnar sem hvernig með það sem er munnuna eða með bara ranan fyrir nef og það er titlingur. Já. Sko þetta er tveir mjög erfiði valmöld. Já, þetta er nóg Þetta þá að tala að ég væri með myndi tala með raskat það sem raskat er. Já, þú gerir það nú reyndur átast. Get ég talað með raskatum? Já, rassin er bara orðin orðin munnurinn. Það er ekki tennur en svoleiðis, þannig að þetta er borða kannski. Jú, bara inn í tennur. Já, þannig að bara alveg svo þú finnur bara lykt með tippis. Þannig að þetta er bara spurning skipti. Já. Þannig að ég myndi taka rassin á mér og setja þessi munnurinn. Já, en það er þið samt munnurinn. Já, ég myndi borða í gegnum það. Já, það er bara alveg svo rassin að þú ert með tennur og svona. Já, þannig að ég myndi, ef ég væri með tippið fyrir nef, þá væri ég að þefa með rananum. En væri ég ekki líka með tippið þar sem tippið er? Nei, þar væri nefið þér. Já, þannig myndi þefa. Ég myndi alltaf velja að vera með tippið sem nef, sko. Já, þetta er bara eitthvað sem ég myndi kasta upp á allt. Þetta er bara tveir alveg rosalega slæmi valmöðleikar. Já, þetta er nóvinn maður. Og ég ætla að velja Því að ef ég myndi velja það að vera með tippið fyrir nef, það myndi ekki breytast. Ég myndi hafa raskat hana. Nú myndi setja rassamunnin. Skemmtileg þessi og barnaleg bestafsökun á henni. En þetta var dagskrálinni hvort mynduru frekar. Og já, ég fekk hérna senda á Twitterinn frá honum Gísla að Háskólinn í Reykjavík er að fagna próflókum. Nennur að hendi ykkur góð partyblöðlög. Og já, ég fann þetta, ég vonið fílið þetta. Þetta er eitt gamalt og gott sem hefur ekki verið spilað í FM 95 blöð áður. Og ef það væri komið sumar og ég væri búin að klára próf, eina próf sem ég kláraði bílprófi, það er annar mann, þá myndi ég alveg þykja smá Cisco hérna. Thong song. Þetta var fast með geggja á sínu tíma. Hvað er þetta? 2000? Nei, hvað er þetta? Jó, þetta er 2000. Eitthvað þannig. Þetta er hann Cisco og já, er ekki ótt að segja að þetta að vera one hit wonder. Nei, hann átti eitthvað eitt lag hérna á sama tíma það ekki. Það er margt niður að sé þetta. Það voru ekki mikið fleiri. Kannski bara hættur í tónlistinni. En já, það er komið að dagskrálið sem að heitir Sturlaðar staðreyndir og sem er virtasti dagskrálið FM 95 blöð. Sá elsti og virtasti. Svo hér strax eftir hann, þá förum við skellt á mig sem er hressandi. Búið að taka það upp og ég lofa ykkur, kæru hlustendur, að það er veisla. Rain for a treat. Já, eru þið tilbúnir í Sturlaðar? Já. Okay. Þokkalega félagi. Já, takk fyrir það. Ít ég, hvað er tilbúin? Glæsilegt. Hér kemur fyrsta Sturlaðar staðreynd dagsins. Meðaldrykkjumaður verður þunnur 8 til 12 sinnum á ári. Og ég verð að viðurkenna að mér finnst ekkert allt og þægilegt að lesa það.
Samkvæmt sturglum staðröndum, þá var það einu sinni í mánuði, þannig að 12. Það nú hærra hjá flestum svona mínu félögum einhvern veginn. Já, ég verð að viðurkenna það. Einu sinni á mánuði þunnur, á ári. 12 sinnum, einu sinni í mánuði. Ég verð bara að taka þá með, það er oftar. Já, svo maður sem ég sem að verð bara ekki þunnur. Þú verður alveg þunnur, þú verður alveg þreyttur. Kjafti. Það verður ekki þunnur það? Jó, ég verð þreytt. Hann harkar að sér, hann má eiga það, sveppurinn. Hann Þetta er ótrúlegt. Það er reglumennan inni. 8-12 sem er vist hjá meðaldrykkjumanni. Já, svona meðaldrykkjumann. Þá er það næsta, þú getur orðið heyrnarlaus í of ástríðafullum kossi. Þannig að fólk hefur mist heyrnina þegar það er í, ég veit ekki, einhverjum djúpum slella eða eitthvað. Þetta er ein kjaftaði í dag, eða? Nei, ég glemdi að setja inn kjaftaði, þannig að þetta er alltaf rétt. Ok, það fer í sleik og séðan bara eftir sleikinn heyrnarlaus. Já, bara í eitthvað ég held að þetta sé ekkert algengt, þetta bara getur gerst, skilurðu. Það gerist ekkert alltaf. Nei, þetta er spes. En það þarf að vera eitthvað rosalega ástríðafullur kossum. Já, þá þarf þetta bara að vera hrækin í eyrun á henni. Ég kom með hellu fyrir eyrun. Þetta þarf að vera bara eitthvað rugg. Ég hef alveg farið í ástríðufullan sleik, sko, en ég hef aldrei verið nálægt í að missa heyrnum. Nei, það er bara sem betur fer. Þá hefur þú ekki letið, en hefur verið þessu hræki í eyrun og hefur verið það ástríðufullum sleik. Nei, ég er bara að ímynda mig hvernig svona mögulega hlutir eiga sér stað, skilju. Það er ýmislegt sem gerist í hita leiksins sem maður getur svo sem ekkert útskýrt endilega þegar maður fer að hugsa tilbaka. Segðu. Svo er það þriðja. Árið 2006 hannaði Chris Putnam sig, árið 2006 hakkaði Chris Putnam sig inn á Facebook og breytti 10.000 reikninga í svona MySpace reikninga. Hann var ráðinn degi setna. Hann fór ekki í fangelsi, kærði hann ekki heldur réðan og hann er mjög hátt launaður hjá Facebook í dag. Það er töff. Já, þetta er sniðut. Ef hann er það góður að hann gæti taka sig inn í þetta, þá okkur ekki að fá hann bara til liðsvísi. Já, Sökkuberg, það er létt yfir hann. Já, hann kann þetta. Einhver hefur verið farið í fílu, hendur með jailið. Hann bara þetta er snillingur, fá hann í liðið. Þeir eru svo gæinn sem að var alltaf að taka alla myndlíkla og breyta þeim munið drónum. Já, hann fekk vinnu upp á Stöð 2. Það var eitthvað svoleiðis. Er það? Já. Já, ok. Þá kannstu tekið myndlíkil og þú bjóst í blokk og þar voru 6 íbúðir, bara myndlíkil, sko, tengtið einhvern veginn saman og jari. Fólk að stela Stöð 2. If you can't beat them, join them. Já, nákvæmlega. Já, nákvæmlega. Kanínur sjá fyrir aftan sig án þess að snúa sig við. Það er magna. Vissirðu þetta Egill? Nú stóð mikill dýragall. Það getur bara snúið hausnum bara. Ég vissi þetta ekki, ég veit ekki hana. Það er ekki með augu í nakkanum sant? Nei, en það geta bara snúa hausnum það er langt að sjá bara aftur þessi. Já, snúa bara í hring. Já, 180. Ég elskar kanínur. Já, kanínur eru krúttlega dýr. Það er nokkur sem er kanínur sem gæludýr, eða ekki? Ég er alveg til það er ekki alveg stemming. Þú farið ekki henni kaninu. Hæ? Verður með henni í garðinu? Þú tala að fáður hund. Akkur ekki bara fyrir kaninu? Það minna vesen með kaninu, sko. Góða punktur. Samt, hún sýnir mann eitthvað ást og svona þegar maður kemur heim. Ég get alveg bara átt tett þarna heima. Sýnir hann þér ást? Já, ég hef mikið á kaninu, held ég. Já. Svo er það næsta. Bill Clinton vil meina að þættirnir House of Cards séu 99% raunverulegir. Og það er rosalegt ef að fyrir fórseti Bandaríkjanna segja þetta. Og þessi þættir náttúrulega geggjar en hann er þá basically að segja að það séu þingmenn þarna í Washington sem að hafa bara falið morð og annað sko. Wow. Já, hafið ekki hort á House of Cards það? Wow. Já, ég satt skeita hans út. Þetta eru geggjað þetta. Við erum að horfa á þetta rúf núna. Já, þannig að þú hann náttúrulega drap Kevin Spacey og svona ef þetta er 99% raunverulegt þá eru menn bara í þessu. Drap og ekki drap, hann rakst í hana og hún datt fyrir lest. Rakst þegið Svo er það hér Hann er morðingi. Já, hann er morðingi. Svo er þetta næsta já, þessi er skemmtileg. Fyrir tíman eða klukkuna var notast við frasan víða ég er jafn lengi og þú ert að borða banana. Það var svona, þú veist, menn voru að vinna með svona bara fullt af frösum að því að gæti ekki sagt þetta eru 2 mínútur að því að var ekki komið tími. Það var bara, hvað ætlar að vera lengi? Bara jafn lengi og borða banana? Bara jafn lengi og svipa lengi út að hæja þér? Já, menn notuðu bara svona frasa. Það er skemmtileg pæling. Kemur til 5? Þú getur ekki sagt 5. Nei, það voru ekki konar mínútur. Ég veit að maður, ekki þetta. Ég bara spjall þetta. Það er mössum heyra. Sorry, ég held að það er eitthvað miskil, já. Nei, ég er alveg á tánum hérna. Ok. Svo er það næsta.
Þetta allt niður Today Junior Hann heitir Budhia B-U-D-H-I-A Budhia Singh yngsti marathonhlaupari heims var búinn að hlaupa 48 marathon 4 ára gamall Kjaftaði Nei, þetta er bara sturglu staðreynd 4 ára gamall Er ekki einhvað rangt Rugl er þetta? Svona unga krakki er ekki bara að vera eyðileggja Já, hann á bara að vera í, veist Má Hann er þetta? bara að geta sand og skýta í sig þá, sko Ekki að hlaupa marathon Nei, hvað, þú ert alltaf með þetta Varst þú að skýta á þig bara fram á bílprófi eða? 4 ára gamall En búinn að hlaupa 48 marathonhlaup Mér finnst það ekkert smá mikið Wow, Budhia Singh Varst að googla hann? Já, is an Indian boy and the world's youngest marathon runner. Nákvæmlega, sko, sturla staðreyndir ljú ekkert. He ran from Bhubaneswar to Puri at the age of 4, covering 65 kilometers. Nákvæmlega. Wow. Sko, svo haldið ég sé að ljúa. Nei, ég hef aldrei sett það. Nei, sturla staðreyndir standast alltaf. 43% gagnkynhneigðra karlmanna hafa prófað víbrator. Þetta fannst mér hátala. 43% gagnkynneigðra karlmanna hafa prófað víbrator. Já, sko, hvað meinar með prófað? Hvað meinar með því? Það stendur bara have tried. Já, bara upp í... Þú getur líka að tekið svona, sko. Í tennuna. Jésús. Allir feski, sko. 43% það þýðir að það ætti að vera ansi líklega þetta einn hérna hafi prófað þetta. Það er eitthvað sem menn vilja opna sig með það? Nei, ég hef ekki prófað þetta, en það er hægt að, sko, hann þarf ekki endilega þóttu hafi prófað víbrator. Já, þá þarf ekki endilega að fara að tróða honum öllum upp í endaþarmina. Nei, ég veit það. Þú getur líka látið hann gæla við endaþarms opið. Já. Akkurat. Ok, hérna, það er einhver foreldri núna að skrifa bréf núna á Rikki G.FM. Þetta er bara sturlu staðrind. Það er, ég minna, þetta er engin dónaska breysa. Það er allir með rass. Hættum þessu bara, fyrir mig næstu. Flestir með rass. Sia, þið veitir, söngurinn Sia. Tendeljó. Já, hún er geggjuð. Hún skrifaði lagið Diamond á 14 mínútum fyrir Rihanna. Ég vissi ekki til dæmis, hún hefði bara gert það lag. Þetta er skemmtileg staðrind. Þannig hún samti þetta lag á 14 mínútum fyrir Rihanna. Ekki döðsinn. Nei, og svo er það síðasta sturla staðrind og hún er hér, pöndur geta stunda kynli 48 sinnum á sólarhring. Nei, á klukkutíma. Wow. Ha? Já, á klukkutíma. Það er rosalegt. Já, það hljóta að vera snöggara að klára. Og byrjuðu hérna... Það er bara mínút alltaf. Nær hann hámarki, hvert er hann skiptið? Ég bara þekki það ekki, þú ert alltaf að fara með það eins og langt. Þetta voru sturla, ég bara veit það ekki, ég hef ekki hort á það, gera þetta var bara sturlu staðrind. Þetta voru sturla staðrindi, voru ekki góðar í dag. Ó, það er fín þetta. Ánægði með þér. Pöndur eru líka alveg bara... Pöndur eru mjög krútlegar. Þetta var svo sturla staðrindir. Við ætlum að fá hér örstuð skilabóð. Svo förum við í dagskraliðin skellt á mig. Og ég lof ykkur, kæru hlustendur, það var veisla fyrir í dag. Mini Pítur, frábærir í veisluna, fundin eða bara hvað sem er. Pítan, sími 562 90 90. Pítan, alltaf fest. Háskólinn á Akureyri býður upp á alþjóðlegt laganám. Lögfræði við Háskólann á Akureyri. Skemmtilegur félagsskapur, alvöru nám. Háskólinn á Akureyri. Þolinmóð og óttalaus rif með ástúðulegum vöfflufrönskum á Fredriksen, Hafnarstræti 5. Just do it. Smáralind. Sumarið þitt er á pallinum. Komdu og skoðaðu allt úrvalið okkar af úti húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA. Sumarið er komið í Bíkó. Gríðarlegt úrval af hjólum í öllum stærðum og gerðum. Hjólum saman í sumar. Bíkó. Opið til klukkan 6 í dag. Bón og þvottastöðin Grjóthálsi. Íslenski listinn í boði Coke Zero. Á laugardögum klukkan 4 á FM 957 verður að heyra vinsælustu lögin á Íslandi. Ósk Gunnarsdóttir fyrir gegnum 20 vinsælustu lög landsins á íslenska listanum. Inni á heimasíðunni fm957.is getur þú skráð þig í FM Plus og leið haft bein áhrif á íslenska listan. Íslenski listinn. Alla laugardaga á FM 957 í boði Coke Zero. Íslenski listinn er í boði Coke Zero.
Hér á FM 957 Það eru, Auður Blöndal, Egill Einarsson og Sveppi Krull sem eru með eitthvað þennan föstudaginn. Já, sumar í hjörtum fólks. Já, þetta er nú samt svona nettglugga við erum það ekki? Jú, þetta er það. Já, en það sem við ætlum að fara í núna við Sveppi er gammalt liður sem við vorum í og þetta er liður sem ég og Pétur vorum stundum í og þú vorum stundum í þessu. Þetta er svona gammalt FM 95 blöðliður og það er skellt á mig. Já. Og hann er ekki flókin. Þú ert reynda meistarinn í þessu Sveppi. Við ringjum hérna í fyrirtæki og maður á að reyna að láta fyrirtæki skella á sig. Þetta er ekki flóknar en það. Hvernig var þetta? Þú má maður velja fyrirtæki sjálfur eða velja hver fyrir hvern eða? Já, þú mátt velja þitt sjálfur. Eina sem við vorum með í þessu að maður mátt ekki vera með eitthvað svona viðbjóð. Já, það má ekki vera með ógið. Já, en þú mátt alveg vera dónalegur. Já, en ekki tala bara Nei, það eru börn að hlusta á svona og það var svona eiginlega eina reglan. Já, ok. Ok, viltu ekki byrja þetta? Jó, ég kan starta þessu. Hvaða fyrirtæki ertu að hugsa? Já, ég meina, það er náttúrulega sko það liggur beinast við að hringja bara einhverju saumastofu, sko. Ok. Það er nenni ekki svona vesinni, sko. Já, bara hringi í saumastofu. Ég held að þær muni skella á strax, sko. Eitthvað svona. Saumsprettan, það er saumastofa hérna, hér í bæ. Og hvað byrju það, ég bara leiðum svarar, þá byrja tíminn að telja. Já, og ég bara það telur bara þannig að hún skellir á og ég má ekki segja skellt á mig. Nei. Geitið þín. Já, það er bara. Ok. Hallå? Tacka! Hallå? Sara? Kaffe! Sara? Bæjum! Kaffe, Simon! Já, ekkert má. Komdu hamsturinn! Hamsturinn núna! Já, ég saumastofa. Hvað er það að gerast þetta? Hátalarinn! Kaffaki! Hæ? Kaffaki! Górilu búningur! Klokka harkalla! Hvað er síminn þinn? Hvað síminn minn? Hvað er þetta að segja hérna? Hæ? Það farin kaffi! Hvað er nafnið þinn? Bellan! Unge! Skell! Ok, ég er upptakin. Hæ? Hvað er það að segja? Skottast! Hanna! Hvað gerðist þarna? Hvað var þetta? Hvað gerðist þetta? Ég hringdi í útlenskt gameskip. Hvað er þetta? Þú varst ekki komin inn á 3 mínútur. Hún held bara að það væri eitthvað viðskiptavinur. Já, hún var alltaf að kalla bara, herru. Þetta var næstíð svona eins og Batti, hún lét alltaf eins og það væri eitthvað sem hún þekkti. Ég ætla ekki að fara eftir þessu, það er ekkert að topa þetta. Top, það vinna þetta allir, hún skellti aldrei á. Ég var svo reiður að hún skildi ekki skell á mér. Þetta var stórgóðslegt. Í amerískum fötum, þambadú glösum, standandi í röði Bankastræti Þetta vera veistla Geislaði búkan bröf Geislaðan áður en þú veist að við neistlan Hætt að vera veistla Geislaði búkan bröf Geislaðan Samnæstarninga hérið Í amerískum fötum, þambadú glösum, standandi í röði Besti rappari landsins Bent hér og XXX Rottalegur hundar með í næsta lífi. Gaman að segja frá því að þá eru þessir snillingar mitt á hurra í kvöld og ég er að sjá hérna á Twitter það sé bara nánast að verða uppseltan að gera tryggja sem með þetta eru Bent, MC Gauti, Gísli Pálmi og herra Hnetusmjör og einhverju fleiri. Býtu,
Er herras netusmér alltaf? Þetta verður veisla. Nennir að bóka mig á Kjallar. Við skegja rappari og Kópavoginum. En ég talandi líka góða rappara, þá Blas Rokka á leiðinni, hann líka með nýtt lag, þannig að það allt að gerast í rapp heimunum. Og hann á leiðinni inga til okkar, hann Blas Rokka í spjall, en áðurum fáum hann ætlar Egill Einarsson að fara í sinnlið sem ég kom inn á hér áður í hræðist alltaf pínu og það spurt og svarað. Yes, hörðu, byrjum bara á að push the button, það allir trailerar í dag þegar þú sveikst mig í síðustu viku. Hvar hann hérna? Do you have a problem? Do you have a question? Ég með spurningu inspiration Gilsi. Come to me with your problem. I will solve it. Ég feitur og reiki, hvað er ég að gera? Send the question to the muscle man. Ég þrítugur og sköllóttur, minn dögun að líta við mér. Ask the man who is fearless. Send me the questions. Spurt og svara. Hvað ertu með handa okkur í dag? Ég er með tvær spurningar og þær eru spes, viðurkenna. Einhver sem frétti að sveppi á leiðinni eða? Einn meistari sem frétti, önnur spurningin. Þetta einhver hamstur að hengja sig að því að hann er sköllóttur? Nei. Þetta er óhefbundi í dag. Jæja. Þetta er ekki svo... Alveg komin tíma á eitthvað nýtt í þessu það verður bara við. Þetta er spes nefnilega. Þetta er ekki svo... Ég get lofa, þetta er ekki svo bjóst við. Nei, það er gott. Og ég ætla bara að byrja. Já. Og já, það segir einn meistari þetta. Sæll, hvatninga Gilsi, þú ert frábær. Já. Ég var heima á Sauðárkróki. Toppær. Já, til hamingju Tindastóll í gær. Til hamingju Tindastóll. Og já, hann segir alveg eins og Blondale. Ég er 16 ára. Ég er ennþá með allt hárið sem vel þreytt. Ég er að vona... Vel þreytt? Já, hann segir sem vel þreytt. Síðan segir hann, ég er að vona að þinnist sem allra fyrst. Akkur rakan að ekki braf sér ef hann vill vera sköllóttur? Það er góð spurning. Kannski getur þú sagt hún það eftir. Kannski spurning? Þú varst ekki að segja, þetta var eitthvað óhefbundi í dag. Beint farin inn í skallagrind. Nei, þetta er ekki skallagrind. Spurningin ekki byrjuð og dottin í Sauðárkrók og skallagrind. Nei. Þreyttur þessi liður maður. Ég skil ekki hvernig leifir alltaf vera með þetta. Þetta er alltaf sama. Þetta er bara basically, þú ert að segja saman brandarinn aftur hérna. Hann verður að klára. Já, ok, já, þetta er bara gauð sem er illa þreyttur að vera með þykkt hár. Hann vil vera sköllóttur frá Sauðárkróki. Nei, út að segja, ég er mikill blömað. Já, takk fyrir það. Frábært. Hann er minn helsta fyrirmynd. Ég heiti Böðvar, ég kallaði Böddi. Böddi Blöð. Hann ákvað sem hann var að skrifa hann. Böddi Blöð, hann er kallaði það. Svona þekki ég þig. Því ég veit að þú segir mér þetta sjálfur. Síðan segir hann, ég veðja á allt. En þetta veðja á eitthvað, og veðja á það. Og það gengur illa hjá mér í bettunum, þá detti ég í kasínóbötta. Alveg svo auðvitað dettur í kasínóblöð, það gengur illa hjá honum. Já, hvernig þekkir hann kasínóblöð? Við vorum að tala þetta daginn. Þú bjóst til einhvern tíma að þið mig gekka einu sem illa í Bandaríkjunum? Við töluðum þetta hérna daginn. Gátt til að vera reiður og við veitum að halda á þau frá hraðbokkarna, þannig að þú ætlar að taka meir út. Hvað að þér? Það er einu sem hefur verið stoppar í hraðbokkar hugi aldrei. Ok, það segir, en mín spurning er hvernig Öddi komst upp með allt sem hann gerði. Daginn lá ég allsber á maganum í andirunni í skólanum með bjór að skrifa ástabréf til gælu sem ég fíla. Ekki nóg með að ég var tímabundi rekin úr skólanum, þá var þetta vist stóra lögreglumál. Öddi gerði þetta nákvæmlega sama, öllum fannst það bara geggja fyndið. Hvað er málið með það? Kveðja Böddi Blöð. Það er frábær spurning hjá. Takk fyrir spurningur Böddi. En af hverju fannst þú engan skít út af þínu? Því í fyrsta lagi þá var ég ekki allsber, í öðru lagi var ég heima hjá mér. Hann var í skólanum. Já, og ég var ekki, ég held ég sé búin að segja eitthvað svona milljón sinnum og ég ætla bara, ég lofa þér hér með og ég lofa hlustundum, ég mun aldrei segja þetta aftur í þessi þætti, ég var í fötun sko. Þegar ég skrifaði þetta ástæðabrif. Varst í fötum? Já, ég var í fötum. Þú varst nýkomin heima. Já, bara stuðbuxum og ból, bara búin að hátta mig. 2 flíkum mestalagi. Já. Það er allt hann að liggja allsber á maganum í skólanum eins og Böddi Blöð. Þú veikum maður. Shit. Kallar kasínóböddi. Hvað, hann er 16 ára, hann kemst ekkert inn í kasínó. Hvaða kasínó var hann í? Ég veit það ekki. Nei, það var bara að fatta að það ekki varst að skrifa þetta, litlusingurinn. Ég var til í að þetta í fanklúbun hjá Böddi Blöð, ef það er hægt. En síðan spurning 2, út af því að, eins og ég sagði, þetta er mjög spes spurningar, þið með ekki vera reiður út í mig, ég er að lesa bara upp e-mail. Sæll Gilsi.
Ég er vandræðum búin að bíða eftir þessu mómenti að Sveppi og Öddi séu báðir með þeir í þættinum. Nú er komið að mér. My time to shine. Ég er með smá líkansfitu á mér. Ég myndi segja að ég veri akkurat millivegurinn, milli Sveppa og Ödda. Ég er ekki spikfeitur eins og Sveppi og ég er ekki skafinn eins og Öddi. Ég myndi segja að ég væri svona létt þippinn einhvern veginn. Ok. Það segja Sveppi sé spikfeitur. Ég er ekki að segja það. Víst. Þessi meistari segir... Já, hvað heitir hann? Mikael. Já, bara... Veistu þetta eitthvað leiðilegt að hann hafa sett Sveppi? Alls ekki. Er það ekki skýtsama það? Jú. Ég er bara að býða eftir spurningu. Já, það er spurning. Sveppa er saman allt. Það er spurning og ég sé þetta setning enda spurningamarki. Þannig að það verður spurning. Já, ok. Hann segir, nú koma þeim tímabúti í mínu lífi og ég þarf að taka ákvarðanir. Ég er í miklu vesenni með hárið á mér. Ég er með krullur eins og Sveppi í hliðunum og aftan á, en ég er orðinn vel þunnharður ofan á. Eiginlega bara sköllóttur. Mín spurning er, á ég að taka allt hárið af, vera sköllótt piece of shit eins og blöð og kötta mig vel niður, eða á ég að safna áfram krullum í hliðum og aftan á og geta á mig gat og gera mig kringlóttan eins og Sveppi. Mín spurning er basically hvor er meira successful, hvort er betra fyrir mína framtíð að sveppa mig eða blöða mig, kveðja Mikael. Að sveppa sig eða blöða sig. Þú ert svo veikur eða það er ekki nokkur átt. Þessi er einhvern veginn svona mitt á milli. Já, það er falleg. Þeir eru báðir mjög successful, þannig að ég... Það skiptir engum máli hvað hann gerir, þessi gæði. Bara hans er sáttur. Þetta er verið að geða hún á ráðleggingum þessu. Ég? Á hann að sveppa sig. Já, Nei, ekki sveppa. Nei, ef hann er að farin að vera, ef hann er með krullur aftan á í hliðunum, sér það? Já. Og er farin að missa hára ofan og svona. Já. Þá myndi ég snúa mig. Þá myndi ég taka blöð á það. Er það? Já. Mér finnst það nætti sko að sveppa sig fyrir neðan háls og blöða sig fyrir ofan. Vera sköllótt feita hlusa. Æsalegt, þetta er skemmtilegt, hressandi og alveg splungun nýtt tvist á þessu hjá Agli í dag. Lukkuhjól FM 957. Næstu daga ætlum við að snúa Lukkuhjóli FM 957 og gefa glæsilega vinninga frá samstarfsaðilum okkar. Þú gætir unnið Toshiba fartölvu með nýjasta E5 örgjörfanum að verða til 99.990 frá tölvulistanum. Kassa af Sportlunds, ljósakort frá Sólbaðstofunni Smart, miða í The Color Run Iceland, hætti pakka frá Keiluhöllinni fyrir 4 að verða til 24.000 krónur. Fylgstu vel með á FM 957 næstu daga og hver veit nema þú fáir að snúa Lukkuhjóli. FM 957. Já man. FM 957 og Grillhúsið bjóða í alvöru hamborgaraveislu næsta fimmtudag. Farðu inn á heimasíðu FM 957 og skráðu þig. Þar sem þú getur átt möguleika á að vinna þér inn hamborgaraveislu á Grillhúsinu fyrir alltaf 8 manns. Alla miðvikudaga mun Pétur Valmundar hringja í heppinn hlustanda og bjóða í alvöru hamborgaraveislu. FM 957 í samstarfi við Grillhúsið Tryggvagötu og Sprengisandi. Rendu við erum í alfara leið. Italiano Pizzeria, Hlíðarsmára 15, sími 55-12345. Hreyfihamlaðir, sykursjúkir, MND-sjúklingar, mænuskattaðir, einhverfir. Það er ótrúlegt hvað þú styður marga þegar þú spilar með á laugardaginn. Lotto, leikurinn okkar. Ekki lyfta of þungu. Ekki lyfta of léttu. Ekki lyfta úti. Og sama hvað gerist, ekki gleyma að líkaminn þarf hleðslu. Viltu vita meira Megatrónik hátæknifræði? Sæktu í tæknifræði á háskólastigi á keilir.net. Umsóknarfrestur til 5. júní. Keilir.net. Nýjar vörur í hverri viku. FNF Kringlunni, Garðabæ, Akureyri og Spönginni. Það er hamborgarafabrikan sem færir þér 2 harða og 1 lunga mjúkan sem þyrft að fá sér salat í stað franskra. Hér á FM 95 blöð á FM 95 og já, það eru Ödd og Sveppi núna sem að sitja hérna í stúdíónu. Gilsarinn stökk eitthvað fram og það er ekkert ástæðalausu því að við ætlum að fara hérna í gamlan dagskrárlið sem að, já, við vorum alltaf með á þriðjudum og það er að ringja hana móði mína. Já, við hefum ekki heyrt henni lengi. Nei, og þetta er náttúrulega að byrja á því í gamla dag. Þá vorum við að því að Simmi var alltaf að ringja mömmu sína. Já. Og hún var alltaf að lesa ljóð og svoleiðis. Já, mamma nefndi engu svoleiðis. Nei, hún vill ekki athyglinna. Nei, en svo fyrir hún búin að vera að ringja henni 1 ár, mæstu. Hún var hægt að svara okkur og eitthvað svona. Já.
En svo má segja hún hafi bara vanist sviðsljósinu. Já. Með það ekki? Já. Þegar við fengið hann í ýmsa lið. Já, og hún líka svona manneska sem að sómar sér vel í sviðsljósinu. Hún ber það vel að vera fræg. Hún geislar. Já, hún fílar þetta. Og það sem við ætlum að gera núna er að við ætlum að reyna að dobla hana í myndur fyrir cash. Já, við erum með nokkra spurningar sem við ætlum að henda á hana. Já, ég reyndar hrættu við eina spurningu þetta sem þú samtir. Já. Það verður mjög óþægilegt fyrir mig að spyrja móður mín að henni. Já, en svona er nú lífið maður, óþægilegt. Það er hárrétt þér. Við skulum hringja hana. Er hún eitthvað stað bara hádegisbarnum með það? Ég bara veit það ekki, það ætlaði hún ekki. Algjör snildjarna. Halló. Sæta. Já. Æ, hvernig ertu? Heyrðu, kínbæriskan er þú. Er ég góður, hvað er að gera? Já. Ég er að vinna bara. Nú er bara að vera að vinna á föstudegi. Flösku dagur maður. Ekki að grínast í mér. Ertu að vinna alltaf helgina? Já. Sumari komið maður. Já. Ertu að vinna í allt sumar? Við erum feskir, en þú? Strákar. Gleðilegt sumar, segi ég nú bara. Já, gleðilegt sumarsæti. Og takk fyrir all gömlu sumrin. Nú, segðu. Heyrðu, það er náttúrulega flogið í dag, það er svo gott viður. Heyrðu, að sjálfsögðu. Það er þetta maður. Það er að gera, sko. Engu aflýst. Nei. Heyrðu, hvernig er þetta með flugfélag? Þarf ekki að fara að hressa þessu upp á áfangastæði flugfélag Íslands? Jú, það gæti orðið það. Þú veist, myndi drepa ykkur að fljúga til London, eða? Nei, heyrðu, það er bara gæti alveg verið hér inni, sko. Nú er það. Nýja vélamaður, þið veitir það. Ertu að meina þetta? Já, stóra vélar. En myndi drepa ykkur að fljúga á Sauðárkrók? Já, það myndi drepa okkur. Já, nei, það er nú bara ykkur að redda. Það fáið farþegar að það myndi bara drepa flugfélagið. Hlust ekki á þetta. En herru, það er ekkert ástæðalaus við erum að ringja. Ok, skan. Þú ert að fara að detta í dagskóliðin myndur fyrir cash. Nú? Já, við erum alltaf bara með ykkur að punga í þessu hérna í þættinum. Já, það er náttúrulega gengur ekki, sko. Nei, auðvitað hann er svo mikill pungur maður. Og nú viljum við fá kvenmann í þetta. Ok. Og einhvern álfuru kvenmann. Já. Já, ekki sem, maður spyr nú ekki að, sko. Nei, veistu um einhvern álfuru kvenmann? K.O. Og það komin inn á hættulega braut. Já, það er hárið. Já, þetta eru 3 spurningar og þú ætti að svara hvort þú myndi gera hitt eða þetta fyrir vissa uppætt. Ok. Þetta er mjög einfalt. Ok, ertu tilbúin? Já. Myndur aldrei hitta Svepp aftur fyrir 10 milljónir? Þetta er svolítið erfitt. Þetta er erfitt? Ef þú hugsaður út Fyrir 10 milljónir? Já. Þetta er ekki nema rúmlegu jeppi. Nei, ég myndi freka við hitta. Og lígur því. Þú lígur. Nei. Basically þetta er, ok, þú heitir hann í búningapartíinu og ammalinu mínu. Já. Og þú ert að fara að fá 10, ok, myndir að gera það fyrir 15? Já, það sagði ég nú. Heyrðu, vanda gömlu cash? Já. Kveðja Sveppa fyrir 15 milljónir. Já. Og fæ ég ekki neitt? Nei, þú fær ekkert. Sko, þú sagði að þú mætti ekki hitta Sveppa, það er ekki þannig að Sveppa mig ekki hitta mig. Jó, það er bara þannig. Já. Það er nákvæmlega þannig. Þetta er 15 milljónir svart, ég skilði vel. Já, ekki. Myndur að hætta að hitta mig fyrir 17? Nei. Það er gott. Það var næsta. Já, þig. Já, nákvæmlega, það ætla ég að vona. Myndur þú vera með skegg í 1 ár fyrir 10 milljónir? Nei. Ekki? Þú myndur hætta að hitta Sveppa. Bara fyrir lífstíð? Og svo viltu ekki vera með skegg í 1 ár? Nei. Ef fyrir 12? Ég kenni mig aldrei. Já, myndur gera fyrir 20? Ekki að ræða það, stráka, nei, aldrei. Myndur þú bara ekki vilja vera með skegg? Ég vil ekki spyrja hvem mann svona, vildur þú vera með skegg? Já, við erum ekki að tala um, við erum bara eins og hérna jólasveit, skilur, við væri bara með svona 6 gamalt skegg. 6 brodda? Í 1 ár, þetta er flip og gaman. Já, ég myndi að hafa gaman að þið. Aldrei. Já, en þú getur svo, veist, ef að fólk er eitthvað að gera grína, bara veifaru kassinu í andlitið. Já, ég fær ekki út í þinnu svoleiðis. Ok, hann myndir ekki vera með skegg fyrir 12 milljónir. Nei,
Nei. Ok, sveppi ég alltaf, þú myndir gera. Já, ég held að nú sko. Það svona flip, þá þarf ekki að fara í búning fyrir búningapartíð. Ég honum í heilt ár. Kemur bara sem Tom Hanks í kastaði. Þá það hérna þriðja á síðasta. Já. Myndirðu leyfa kynlífsmyndbandi að leka á neti með fyrir 300 milljónir? Fyrir 300 milljónir. Já. Sæjast framan í mig. Já, djöfnir það, hún að hugsa. Djöfnir ég ánægði með það. Ég veist að sveppi samt með þessa spurningu. Ég vil eiginlega bara ekki ræða þessa neitt mikið með það, sko. Já, það sæjist í andliti á þig, sko. Já, nei, þá myndi ég ekki gera það. En þetta myndi alltaf vera svona, veist, decent. Decent, hvað meinar? Já, veist, þetta ekkert svona up close and personal, skilur við. Nei, það sést framan í hann, já, en þetta alltaf svona home video, þú veist hvernig þau eru. Sést ekkert allt Bara, þetta bara svona eitthvað, svona allir heima bara að horfa og... Nei, ekki að vera það. Nei, þetta svona amateur. Þú myndi fara í kategóriðana amateur. Góðan þau líka fyrir 300 milljónir? Nei. Ekki? Nei. Myndirðu gera það fyrir miljard? Nei. 1000 Ég lánaði með hana móðið mína. En það ekki? Glæsilegt hérna, en þetta alltaf, veist, svona eins og Kim Kardashian vídeóið hennar. Það fleitt henni bara rosalega langt. Það eru manneskjur sem langar ekki til að líkjast. Hefurðu séð það vídeo, mamma? Nei, ég hef ekki séð það. Nei, ég þarf að senda það, ég er með á desktopinu. Ég með þetta. Ég veist það nú alveg nóg klikkaði bara. Ég var að horfa á með krökkunum mínum í gerð. Þau var alveg bara, oi. En samt er dóttir hans þvílíkur aðdáðandi. Herri, já, þetta var skemmtilegt. Við ætlum ekki að truflaði meir í vinnunni. Ertu búin að velja búning fyrir búningapartíi? Nei, ég hef ekki búin að finna það þá. Það er bara mánuður í það. Já, ég veit það. Það er allir að... Ég finna eitthvað, svo ég rendi ekki bara í einhverju tómu vesinni. Já, þið verður ekki tekið vel á móti þér og kemur ekki búning, sko. Nei, ég veit það, ég þór ekki að mæta, ég finn ekki búning. Verðum við bandið þetta. Ok, bye. Já, hún var rest bara og hún sagði nei við öllu nema og hún var alveg til að hætta að hitta þig fyrir 12 miljónir. Já, allt annað var bara nei, ekki kynlífsvídeó, ekki skegg, en hitta ekki sveppa. Já, ég til í það bara fyrir 15 kúlur. Já, spáði það og svo fyndi það því að sko hún vildi hætta að hitta þig fyrir 15 miljónir en þú ert með skegg og ert búin að leika kynlífsvídeó á neti. Þetta var myndir fyrir gæs. Fyrir 0 krónur. Það held ég, kæru hlustendur, þér að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957. Það eru Öddi, Sveppi og Egill Einarsson sem er búin að vera með ykkur síðan 4 í dag. En við erum komin með virkilega góðan gestinga í stúdíóið. Hann heitir Erpur Eyvindarsson, kallast oft Blas Rokka. Og já, hann er komið með splunkunýtt lag. Við ætlum að ræða við hann, spila lagið og fleira hér strax eftir auglýsingar. Þannig ekki voða ykkur að fara langt. Bjarni Tryggvason og aðrir íslenski geimáhugamenn takið eftir. Fyrir 320 kall og með smá heppni getur þú hafið íslensku geimferðaráætlunina. Potturinn Eurojackpot stefnir í 9 milljarða. Eurojackpot, föstu dagur til fjár. Þú hefur náð sambandi við veðurlínuna. Press 9 for English. Veldu 1 fyrir upplýsingar ömurlegt veður næstu daga. Veldu 2 til að heyra hversu ömurlegt veðrið verður í allt sumar. Ef ekkert er valið, færðu samband við þjónustu fulltrúa Vá sem mun hjálpa þér að komast í sólina á einhverju fáránlega góðu verði. Marvel og Lenovo kynna stærstu ofurhetjumynd allra tíma. Show 'em what we got. Iron Man. Coming through. Captain America. Let's go to work. Thor. I am mighty. Hush. Hey, big guy. Black Widow. Let's go be heroes. Hawkeye. We're fighting an army of robots, and I have a bow and arrow. Avengers. Age of Ultron. Komin í bíó. Mér langar í hamborgara, mömmu langar í fisk, pappa langar í steik. Hvert er að fara? Grillhúsið. Góðir í öllu. Það er
Hamborgarafabrikan sem færir þér FM 95 blöð Medium Rare með koktel á kantinum. Já, það FM 95 blöð með ykkur hér og FM 957 klukkan að slaga í 6 og það bara gúrmið framöndan. Við erum flotti strákarnir í stúdíónu komni með rapparann sem að öllu ræður maður. Aðal rapparinn, svolítið þannig. Aldi. Er það ekki pappi rapsins hérna í Íslandi? Það pappi rapsins. Þú ert svona Big Daddy Kane. Þú ert Snoop Dogg okkar Íslendinga. Já, ég myndi segja að ég nokkuð áldi nema bara, þið finnir með Snoop, hann að spila í sumar. Já, hann kom að partí hérna, sagði. Já. Þú hlýtur að hita upp fyrir hann, það segir sér basically sjálf. Já. Hann hefur komið áður samt ekki? Jú, ég hitti hann fyrir 10 árum síðan. Fyrir 10 ár síðan. Hvar var hann? Hann var í Egilshöll. Já, hann var í Egilshöllinni. Voru það góðu tónleikar eða? Já, það var mjög gott. Ertu Snoop aðdáandi? Sko, mér finnst Snoop mjög skemmtilegur. Hann alltaf skipti rosalega miklu máli sín tíma. Hann fyrsti gæn, hann kemur inn með Dr. Dre í laginu Deep Cover. Þá var hann bara eitthvað 19 ára, eitthvað hvað var. Þá var hann fyrsti gæinn, allir rapparar voru svona, harðir skilur svona. Hann kemur og hann talar bara eins og hann hafa verið að taka eitt blístífan í skotti, sko. Hann bara, hann alltaf verið í því, sko. Og það cool. Hann fyrstur að gera það. Já, hann bara, Snoop Dogg, eitthvað. Og þetta sko réttlætt svolítið með það, sko, homónustu gæðir eru í Bandaríkjunum, það eru svarti metal-dólkar. Já, þeir komast upp með þetta allt. Það vissi ég ekki, alltaf maður að læra eitthvað nýtt. Þeir láta laga sig neglutna, þeir blinga sig, allt sérsöma sko. Hann líka, en hann ekki með Seago líka bara 24/7 eða? Seago? Eitthvað svona skrýtna sigarettur. Já, ná, minna, ég held að sé ekki tóbak í þessum blöndsum hann að félaganum sko. En hvað að frétta af Blas Rocka? Þetta allt ótrúlega fínt maður. Ég búinn að vera að vinna hörðum höndum með miklum ostameisturum að nýju lagi. Já. Þú ert að dæla út núna? Ég að dæla út. Ertu á dælunni? Ég að dælunni. Sástu, þá vaknaði að sveppi. Hvað ertu á dælunni? Reyna sprautur. Já, nefnilega, ég að dæla út. Ég að dæla út singlum og ég að sinna svona öllum helstu svona, ég ásóti svona mismunandi aðdáendur. Já. Og núna kemur mjög persónlegt svona mjög swaggy, persónlegt lag sem ég vinn með Helga Sæmundi úr Úlf. Toppmaður á norðan. Djöfusins mestari. Já, þvílíkur mestari. Djöfusins mestari. Skagafjörður bara góðan daginn og og hann lappar líka svo veisla. Þið séu þegar hann bara lappar eitthvað. Hann bara skagfiska sveifl, hann bara hann á röltinu sko. Hann lappar á sveiflandi. Hann sé með hrúta með til lappana þegar hann lappar sko. Hann bara ruggla svona hjólpinóttur og góður sko. Lappar hann eins og Pétur. Pétur Jóhann, hann lappar svona eins og Mörgjas eitthvað. Já, nei, Pétur Jóhann, djöfull, það góður gaur, en hann lappar eins og kjafta. En já, þannig að þetta lag heitir Fyrirliði og það fjallar svona fyrirliðana leiða sko, vera fyrirliðin og það er svo gott í myndbandinu, það er svo mikið fyrirliðum í myndbandinu sem verður frumsýnt á morgun. Já, ég sá það með þetta síðunni með Margréti Láru og með Gunnar Nelson. Ég með Pavel, mikla mestur. Pavel tapaði í gær. Já, sko, ok, byrju hvað, þá eru 1-1 eða ekki? Það er rétt. Já. Hann fór norður. Ég er samt verið að veikina að þetta magna Tindastóll sem komið svo langt. Já, þetta eru toppina, það eru teirarnir liðinu sem ég var með á leikskóla 99. Já. Sem ég var í körfum með á leikskóla. Og nú ertu byrjað að tala við það aftur eða ekki? Leiðu byrjað sér nára. Hundi hættur að svara hvað er þú? Og konseptið í vídjónu, það fyrirlið. Það er konseptið. Það er fullt, það eru sko algjör af fitness fyrirliðar líka. Nú, ertu með sterahausa, bodybuilder sanna? Já, bæði stelpur og stráka. Þetta er bara innvala lið af veislu. Hver er uppáld fyrirliðið þinn, Erpur? Ég meina, ég myndi halda að... Er það Wayne Rooney? Nei, alls ekki, sko. Ég myndi segja að Diego Armando Maradona hafa nú verið með fyrirlega bandið á einhverjum tímapunkti, er það ekki? Jó. Þannig ég myndi segja að hann sé svona, hann hefur svona lagt línu, hann er svona fyrirmynd. Já, þú ert í einhvern svona Maradona klubb. Já, það er klubburinn. Það er klubburinn og Randi klubbur. Mjög góða klubbur og eskuvinnur Sveppa, Laukurinn. Hann er einmitt, hann ætti að vera með, sko. Hann er að skena babies þess að dana, en hann er flúraður. Það er mikið að menn flúri Diego á sig. Já, það er einhver trúasöfnuð með þessu úti sem bara trúur að Maradona er svo góð. Og þú giftir þig, giftir ekki fyrir þannig fram, að liði sko, brúðhjónin mæta í fullum brúðarskrúða og þau framkvæma hönd Guðs og markið saman
Það giftingin. Þú ert að fucking Ég grínast. sver það. Það alveg gifting. Og svo svarið á biblían sem sagt, ævi sjálfsæfis hans Diego sem heitir í El Diego. Báðu þetta fyrir að gifta þið inn í þetta. Herðu mamma, hann strákurinn sem ég að giftast, hann svolítið aðdæðandi Maradona, þannig að þetta verður svolítið öðru í sig kannski. Já, ekki láta það bræða. Þetta bara svo að fara í lúusjoppi í Vegas og gifta sig. Já, þetta hart. Þannig að það örgulega minn uppáhaldsfyrirliði en á morgun á Lavabar kl. 9 Þá er það bara að frumsýna miðbandi. Já, þá verður... Og ferða inn á YouTube strax fyrir þá sem komast ekki á Lava. Já, en ég held að allir komast á Lava, sko. Það verður, það mun rigna, það búið útbúið svona sturtur, þýskur félagi minn sem er búin að hanna svona Havana Club sturtur og Viking Gilt sturtur, Henrik Bering mun stjórna Viking Gilt sturtur. Það var rándýrt að fara í svoleiðis sturtur. Henrik Bering, hérna ég keri upp þetta í gang. Viking Giltur fer alltaf vel í mig. Þetta bara þvílík lína. Ef ég opna eitt, þá hugsa ég alltaf til Henrik Bering. Hvað Henrik Bering í dag? Hann verður á morgun að stjórna sturtunum. Já, hann verður að stjórna sturtunum. Og síðan tökum við lagið, ég og Helgi Wolf. Já. Ok, og takk ég bara þetta lag, eða verðið með eitthvað svona tónleika? Við tökum þetta lag og svona ef svo... Vel viðrar, þá hendið í eitthvað annað. Já, ég meina hvað ekki, hann tekur, Helgi getur tekið skutlað, aldrei að vita, hvað hann tekur eitthvað skakfisku sveifluna, gerir mjög til Valdísson. Er hann ekki alls spaðinn hann í skafinu? Já, hann á Mönnis. Það munun á honum og öðrum skaffinningum sem hafa kannski farið hérna og eitthvað reynda mega. Hann á alvöru pening, kallinn, sko. Já. En hann er inn í kaupfélaginu og... Hann er í kaupfélaginu, Áttu ekkert að sögurkorkjöflu, áttu ekki eitthvað að shoppu eitthvað, shit. Nei. Þú verður að gera það. Það er málið, Það er að kaupa eitthvað dræslanda. Já, ég var til að kaupa Jöklatún 5. Það sem ég ólst upp. Það er svo Lars Dahlsberg að skrifa bréfið. Já, það er bara svo. Já, helvítis bréfið. Við þurfum að ræða það bara eftir Þetta bréfið er ekki ræða. Er þetta bréfið ekki að kjafta það? Nei, þetta því miður, skrifaði ég á sínum tíma. Jú, þetta var gott að heyra. En það er með þess að sko, ég skammaðist mér svo fyrir bréfið. Sveppi vissi að því, og hann var búin að reyna að fá mig til að lesa það í 70 mínútum og öllum sem þáttum, ég sagði alltaf nei. Svo bara einhvern veginn þú vorum utt á Sveppa og kom 2009 eða 10, þá sagði ég, fuck it. Og las ég það, sko. Og þá var búin að eiga þetta í, sko, 12 árið eitthvað. Ég var að lesa það aftur og tækja verið fyrir hann. Nei, absolutt hérna. En sjá hvað Sveppi, sko. Sveppi, hann er svo mikið Breiðholt. Sveppi er alltaf sama, allt. Sveppi er sama allt, sko. Það er ekki hægt að rífast við hann, því það er alveg sama hvað að segja við hann, hún er drullu sama. Og sér til mig að þegar hann gifti sig, veistu hvað var brúðavalsinn var dansað við? Ég vann nú í brúðkaupinu. Þá það tekið, það er grænda. Það er bara svo að vera á píónabartum árið 99 þegar það í brúðavalsinu hjá. Það var gamla bara að byrja að grænda. Já, það er satt, sko. Ég var í fertusamman daginn. Ég var að segja honum erpið á hann. Og það var bara, mátt allir stjórna græjunum. Og svo komst konan mín í græjurnar og hendi á við elskum þessar mellar því að það er uppáðslægin. Alveg 8 sinnum í röð, sko. Þetta er náttúrulega, á repeat bara. Hún tæmdi dansgólfi reynda, sko, en fuck it. Það kom nýtt fólk inn, sko. Það er alltaf ræðilegt liða á þessu gólfi fyrir, sko. En þetta er sko svona Breiðholtsstemning. Þetta er ástæð fyrir það að ég spila í barnaafmælum hjá Sveppa. Allt bara, hann þarf ekki einu svona ringja, hann þarf að senda mér SMS og ég er mættur. Ég tek elskum þessar mellu fyrir krakkan hans Sveppa. Endur með það hvítu skóm. Já, það er líka. En það er hins vegar komið að nýja laginu, ég er spenntur að heyra og já, eins og Erpur eða Blasa Rokka kom inn á Whatever He's Calling Himself These Days er fyrirliði, er þið tilbúin í þetta? Tjekkum á þessu. Þínu seinsta íslenska rappgullið er á veggnum mínum Motherfucker, ég loka dýnum Motherfucker, það er gamalt, siktið er ungt Klanroka, krúið mitt er þungt Ég er ekki eldri en siktin sem ég legg í Ekkert færi klettinn Svo virðið erpin meðan siktin eru yngri Og Jay-Z er eldri Even John tökur marathon Blasa Rokka hér með lagið fyrirliði. Virkilega vel gert til hamingju með þetta, drengur. Takk fyrir það, sexy. Ánægði með þetta. Mjög gott. Já, þarna voru að hlusta á mjög gott lag en já, Blas, þú klárar bara þáttu með okkur einnig ekki? Jú, þetta er gott alltaf að vera þetta með okkur. Já, kósið að hafa það líka. Föstu dagur. Hvað er að færa núna? Það er einmitt það sem ég ætla að koma inn á. Þarna voru að hlusta á mjög gott lag. Því miður eru að fara núna í akkurat öfugt því að það er komið að stuðla í Hilsarans. Yes!
Og þá fagnar 3. Akkur viltu hafa mig áfram í þættinu? Nú byrjar hann. Ræðilegt. Þú komið að mér. Það er mjög fínt að hafa þig með þetta þegar hann setur sína tónlist á. Ef ekki bara byrja á trailerunum? Byrja á trailer, Ég þetta bara hefðböndi. Sorry, gleymum honum. Ég skil ekki hvernig ég get gleymt honum því að þú ert með trailer við öllu. Má ég fara? Nei, því miður, máttu ekki fara. Máttu fara? Are you ready? Is everybody on the floor? Are you ready, Iceland? We put some energy. Are you ready, Iceland? It is time. 1 year ago, he was not a DJ. Today he is the most respected DJ of all time. Are you guys ready for Stuðlagið? Oh my god, is that DJ Muscle Boy? Oh my god, girls, hey, it's DJ Muscle Boy. DJ Muscle Boy. Þetta er flott. DJ Muscle Boy er mættur hérna og Það voru 8 mínútur eftir þessu treina. Þetta er ekki lægi, sko. Hörðu, já. Hvaða hérna Horbjóð ætlar að bjóða upp á í dag? Hörðu, Horbjóð. Talaði virðingu virtasta dagskólið F95. Það eru styrlaða staðarindur, veist það. Fyrst þér ekkert, hlustar aldrei bara á eitthvað svona It's not time to make a change. Jó, ég er mikill Celine Dion maður. Þetta hlusta á eitthvað svona gamalt og gott. Það ertu alltaf bara Celine Dion, ég hlusta á hana. Þannig ertu alltaf bara heima hér svo hálfvít. Þú tekur alveg bara, þú pre-workout bara áður en þú kveikir á græn. Ég hef aldrei komið í sporthúsið á þess að hann sé með eitthvað svona viðbjóð á þegar við erum að fara að æfa saman. Hann keyrir sig í gang svona. Ég keyri mig í gang með góðu teknói. Ok, ég skil það mjög vel, en ég bara tala um svona þegar þú ert í bílnum, setur þú gullbylgjun á, þegar þú ert heima, setur einhver öðru sér tónlist á, eða ertu alltaf sami í fangum? Nei, ég stundum. Heima hjá þér. Ég keyri stundum létt á. Létt, ok. Keyrir ekki hratt þegar þú heyrir þetta. Já, Ef ég set svona á, að væri að keyra bara og væri bara á ljósum, ég myndi bara keyra yfir á rauðu, keyri yfir börn, ég myndi ruggla þessi tónlist er mannskjöfnandi. Það er bara á spóla. En sko, málið, það er sumarblöð og mikið pressa, sumar, menn er að hella í sig. Þetta er fyrsta stuðlagi í sumar. Ég ætla ekki að taka neina sénsa, ég ætla að henda ég Suck on my lollipop með DJ. Nei, ok. Ég verði að put my foot down núna. Þú ert búin að vera með 2 DJ Alligator lög í röð. Annars vegar Balloon. Já, síðan og Kill the Demon Skiro líka. Já, Kill the Demon Skiro var síðasta lag. Og veist það, ég er ekki að lögulegur, ég banna DJ Alligator í dag. Það er bara þannig. Ég get ekki leifta þegar ég er ekki bara að spila Suck on my lollipop núna í eitthvað Nei, en þú hefur spilað áður hérna. Suck on my lollipop, þetta er lag með DJ Alligator. Hefur heyrt það sveppið það? Sko, veistu það, mér líður bara svona eins og ég sé að fara í eitthvað sem er hvort er leiðilegt, þannig að mér er drullið sama hvað. Leifðu bara mann fílun að spila eitthvað lag og drullum okkur heim. Getur þú gefið honum tóndæmi með Suck on my lollipop? Sveppi hefur ekki heyrt neitt af því. Þetta er, ég er ekki að gera það, einn besti hittari. Sko, ég veit ekki af hverju, ég er ekki svona kaupi, sko, ég veit ekki af hverju ég sýttu að hlusta þessa helviti, sko. Sveppi, hann er bara, ekki bara báklöfur síðan, sko. Ok, hérna kemur þetta. Þetta er ekki lægi, sko. Það er nokkuð lög í gangi. Það er nokkuð lög í gangi, sko. Það er nokkuð lög í gangi. Ég heyrði ekki í mun, sko. Hei, hann er þetta. Var það aftur á baki, eða hvað? Hérna er þetta, svona. Þetta er sem sagt DJ Alligator með Suck on my lollipop hlöfin. Þetta er ógeðslegt. Ógeðslegt? Þetta er alveg óþolandi. Þú fannst eitthvað góða remix útgáð, já, neða með þig. Þetta er þessi ekki rétt útgáð, já, neða með þig. Hvað hérna, þú varst... Ok, ég hef ég með backuplag. Ok, hvað er það? Ertu tilbúið með það? Nei. Ég skal senda þér link hérna. Byrjaði á 039. Þetta er hérna... Skúter. Já, ég ætla að taka, ég tengi ekki að sensa. Ég má ekki fara í Alligator og fer í skúter. Það er sumar! Nei, ok. Baxterinn, söngari skúter, sem er afleitaður og í toppstændi. Hann er ógeðslegur. Ertu skúter aðdáandi? Ég hef hittaði fyrir skúter og það var ógeðslegt. Svett, ert þú skúter aðdáandi?
Já, hann er ekki bara aflitaður, hann er líka afleittur. Ekki tala vanvirðingu Baxterinn sem er búin að vera í toppnum Heitir lagið sem ég er að fara að spila heitir How Much in the Fish? Nei, How Much is the Fish. Hann var að kaupa fisk á okkur markaði í Bandaríkjunum á okkur Asíubúa sem skildi ekki neitt og hann var alltaf öskra How much is the fish? Og hann var gett reyður og hugsaði, hei, ég ætla að gera hittara með það. Gerði hittara. Já, hittara sem enginn hérna í stúdíunum hefur heyrt How much is the fish? Því líkur hittari maður. Með sem er tónlistamann hérna við liðina þér, sko. Þetta er eitthvað ógeð, sko. Ég hrættu við þetta. Já, prófum þetta. Má ég setja bara á stað? Þetta er bara svona gæi, ef hann myndi vera með uppþóttavélina sína brotna heimið á sig, þá er hann bara It's broken! My washer is broken! Ég hendi lag um þetta. Já, prófum þetta. Og ef þið farið inn á FM 95 blö þá sjáu þið stemninguna. Já, ef þið farið inn á FM 95 bló snappið núna þá sjáu þið stemninguna sem er í gangi hérna með þetta lag How much is the fish? Því líka veistla. Komst hann eitthvað að í hvað þessi karfi kostaði hann? Hann er alltaf að eyða 5 mínútur mýta, sko. Kemur það ekki í laginu hvað það kostaði? Nei, hann kemur ekki fram í þau. Nei, en það er komið að lokum, kæru hlustendur. Klukkan er að verða 6. Við erum búin að vera hérna síðan 4 í þvíleikri stemmingu. Sveppi Krull, alltaf gaman að fá þig. Bing, bing. Bing, bing. Takk fyrir að leysa steintaf, erpur, fagmaður. Virkilega gaman að fá þig. Og við minnum alla á að kíkja á Lavabar á morgun klukkan 9. Það verður erpur með sprungu nýtt lag og nýtt myndband. Og ég laka til að sjá fólk á Reyðarfirði á morgun. Bara áfram Reyðarfjörður. Og svo hlakka ég til að sjá sem flesta í DHL-deildinni höllinni á sunnudaginn. KR Tindastóll. Svo bara áfram í á móti Aftureldingu. Góða helgi og við verðum í bandi. Það er ótrúlegt hvað þú styður marga þegar þú spilar með á laugardaginn. Þú heldur ósjálfrátt. Komdu og nældu þér í frítt eintak eða skoðaðu blaðið á smáralind.is. Smáralind. Góða skemmtun. Í samstarfi við Bola og Doritos hinn trillta Jason Rouse uppistand í Háskólabíói föstudaginn 5. júní. Those Lord of the Rings looking motherfuckers. Hello, love, would you like some chips? Þetta hirðfíp frá helvíti ætlar að gera allt vitlaust. It's not really a comedy show anymore, it's more of a hostage situation I got here. Óbeistlaður, engir fangateknir og brjálæðislega fyndin. So I always wanted kids, but I could never catch them. Jason Rouse í Háskólabíói. Miðasala í fullum gangi á miði.is. Lambaveisla á lægra verði í Krónunni. Lamba innanlæri á 35% afslætti. Aðeins 2598 krónur kílóið. Krónan fyrst og fremst ódýr. Italiano Pizzeria. Kynntur tilboðin okkar á italiano.is. Italiano Pizzeria. Við höldum áfram núna, hann lígur engu þessi fíni herramaður. Gott að blessa kvöldi, kæru hlustundur FM 957. Ég heit Yngve Eistinsson. Heilsa á þessu flotta föstudagskvöldi. Klukkan er orðin 6 og gott betur það. FM 95 blöð búnir að ljúka sér af þátturinn væntalurinn á vísi.is á næstu mínútum. Ég og þú ætlum að vera saman til klukkan 8 í kvöld, þangað til að FM Party tekur við, en ég verð hérna í boði Italiano Pizzeria. Byrjum þetta á þessu hér.